Brynjar, kannski svona auðveldari sigur en að þú bjóst við fyrir leik? Já, klárlega. Bjóst við allt öðruvísi leik en við vorum búin að undirbúa okkur vel fyrir leikinn. Svona farið yfir okkar möguleika í stöðunni og út á vellinum og hérna það svona gekk eftir fyrstu 2, jafnvel þriðja markið líka. Það var kom upp úr því en já, bara gríðarlega vel spilað hjá okkur og hérna skiluðum hrikalega góðu dagsverki í dag. Og þessi mörk eins og segir mikil einstaklingsgæði í þessu? Já, það, þú veist, við vissum og náttúrulega vonuðum líka að Seiko myndi gefa okkur öðruvísi faktor og með sínum hraða og hann tæknilega mjög góður og hann sýndi það í dag að hann góður leikmaður. Og þessi sigur náttúrulega gerir mikið, þeir eru komin með 5 stiga forskot á Þórsarana, náttúrulega Ólafsvík leik inni en þeir eru komin í ansi góða stöðu. Já, við vissum það var til mikils að vinna. Það var ekkert allt í húfi þannig séð í dag en það var til mikils að vinna. Kæm okkur í ennþá betur stöðu og nálgunin var þannig, bara afslöpuð og að við vissum að við myndum spila vel þá getum við fengið góð úrslit. Næsti leikur gegn Skaganum, þar toppsæti í boði? Já, þetta verður skemmtilegra og skemmtilegra með hverjum leiknum. Þannig að við mætum þar bara galvaskir en á sama tíma berum við virðingu fyrir Skaganum og þeirra liði. Þeir eru búin að standa sig gríðarlega vel í sumar en við förum út í alla leiki til að vinna á. Verður spilað í kórnum í Pepsdeildinni á næsta sumar? Nú bara veit ég ekki. Við verðum að tryggja okkur sæti í deildinni fyrst þannig að síðan kannski einhver ákvörðun þar sem einhver þarf að taka. Takk.